Sæl. Já, við erum að tala branding. Tölum í síðustu viku hvað brand væri. Við ætlum að halda aðeins áfram núna. Staðreyndin svo að þú ert alltaf með brand, hvort sem er líka betur að verð. Ef að varan í þjónustan, fyrirtækið eða þú sjálfur eða sjálf ert nefnd, þá fær fólk upp í hugan einhverja myndir, einhver orð, einhverjar hugsanir og það finnur einhverja tilfinningar. Missterkar, en það síðan ákveður hvort það ætlar að eiga viðskipti við þig byggt á þessu. Þannig að vilt þú taka sénsinn á því að þetta brand sem sé eitthvað sem leiðir til viðskipta fyrir þig, eða vilt þú taka stjórnina og reyna að gera allt sem þú getur til þess að tryggja að þetta brand sé eitthvað sem að hjálpar þér og fær fólk til þess að koma og versla við þig. Er brandið þitt það sem þú vilt að það sé? Við þurfum að byrja því að vita hvert brandið okkar og það þýðir svolítið markaðsrannsóknir. Það þýðir að fara þarna út og tala við fólk og fá að vita hvað kemur upp í huga fólks og hvaða tilfinningar. Nota bene þar yfirleitt ekki mjög gagnlegt að við gerum það sjálf. Við þurfum eiginlega að fá okkur aðra til þess að því það er mjög ólíklegt að fólk sé algjörlega hreinskilið við okkur þegar það er að tala vörun okkar eða fyrirtækið okkar eða þjónustuna okkar. Verður alltaf eitthvað skekkja. Síðan þurfum við að ákveða hvað við viljum að það sé. Við erum búin að horfa á hvað það og við þurfum að ákveða hvað við viljum að það sé. Og fyrir okkur og ykkur sem eru bara að fara á markað og eru ekki byrjuð, að þá væntanlega þurfum við ekki að skoða hvað það fyrir, vegna þess að þið eru bara með tómt blað, svo má segja. Þannig en þið þurfið að ákveða hvernig þið viljið að brandið ykkar sé. Og við ætlum aðeins að skoða það núna í þessari viku og í næstu viku. Og síðan þurfum við að skoða, ef við erum með brand fyrir og við erum búin að komast að því hvað það með því að spyrjast fyrir það. Og svo vitum við hvernig við viljum að það sé. Við þurfum að skoða munin þarna á milli og hverju við þurfum að breyta. Og þetta sem sagt branding, að ákveða hvert brandið og síðan að byggja það upp, sem við förum síðan í aðeins síðar. Við ætlum að skoða núna bara þennan fyrsta hluta. Ok, við erum búin að skoða hvernig það við erum búin að ákveða hvernig við viljum að það sé. Það mikilvægasta að kjarnin í brandinu sé á hreinu. Það sem á blessari enskunni kallað oft bara core eða brand essence. Það þetta sem algjörlega það sem þetta snýst allt Heimurinn gríðarlega flókinn. Fólk sér endalaust af vörumerkjum og endalaust af auglýsingum og endalaust áreiti allan daginn og við þekkjum það öll. Og til þess að einfalda lífið fyrir okkur þá setjum við hlutin í hólf. Við flokkum allt sem við erum að sjá og heyra og allt þetta. Þannig að við sjáum kannski auglýsingu frá einhverjum sem við tökum eftir og þá hugsum við, já, ok, þetta fyrirtæki flott, við sjáum auglýsingu þetta fyrirtæki þvær glugga. Og þá setjum við það í skjalaskápinn í hausnum á okkur og það bara, já, þannig skjalaskápurinn undir þvær glugga, þetta fyrirtæki þar. Svo sér eitthvað annað, þetta fyrirtæki selur kaffi. Og við förum í skjalaskápinn okkar í hausnum og við setjum þetta í hólfið, já, fyrirtæki sem selur kaffi. Þannig að við þurfum að passa það að okkar brand sé í mjög skýru hólfi. Að við vitum hvar við erum, þannig að við getum komið því til skila til fólks, því auðveldara sem fólk á með að flokka okkur, því líklega það að við förum í þetta hólf og séum jafnvel framalega í þessu hólfi þannig að þegar síðan okkur vantar eitthvað til að þrífa gluggana eða okkur vantar kaffi, að þá svo skýrt að þetta fyrirtæki gerir þetta og þá það fyrsta sem kemur upp í þessum ímyndaða skjalaskáp í kollinum á fólki. Þannig að við getum ekki ætlað að vera allt og við tölum þetta með markhópana og við höfum svolítið það tendens til þess að gera þetta að ætla að vera allt, en því þrengra sem við getum skilgreint hvað brandið okkar og hvað það stendur fyrir, því betra. Og það þarf ekkert endilega að vera svona funksionalt eins og það að þrífa glugga eða hella upp á kaffi. Það getur verið víðara. Ég til dæmis skilgreini mitt brand ekkert endilega á því hvaða vörur eða þjónustar í boði. Mitt brand mjög einfalt. Ég ætla að efla markaðslega færni minni fyrirtækja. Það markmiðið, það það sem að mitt brand snýst allt Ég geri það svo með
alls konar leiðum. Ég geri það með þessu bloggi, ég geti gert það með því að skrifa bækur, ég geti gert það með því að halda fyrirlestra á námskeið, ég geti gert það með því að vinna svona vefþjálfun eins og ég að vinna í dag, en kjarnin alltaf sá að ég efli markaðslega færni minni fyrirtækja. Og ég vil vera í því hólfi. Bara svona þekkt dæmi, Disney til dæmis, kjarnin hjá þeim bara fun, family, entertainment. Ef við hugsum Disney, það er kannski ekki akkurat nákvæmlega þessi orð sem að koma upp í hugan okkur vegna þess að þeir eiga mjög ríkt brand. Ef við hugsum Disney þá koma fullt af myndum og fullt af orðum og fullt af tilfinningum upp í hugan. En við samt vitum nákvæmlega fyrir hvað standa. Alveg svo með Nike, eða Nike eins og við Íslendingar höfum lengi kallað það. Þeirra brandkjarni authentic athletic performance. Það að segja það alltaf hugsað að þetta samræmist því að vera virkilega íþróttamaður. Þannig að þó að ég sem að hreyfi raskat af mig kannski þessari viku fíli Nike og kaupi Nike að þá það hugsað fyrir íþróttamenn og síðan markasett áfram. Þannig að það þeirra brand. Það sem þetta gerir líka, það hjálpar okkur líka, þetta áttavitin fyrir okkur innan fyrirtækisins. Hver erum við? Hvað kjarnin í því sem við gerum? Og það hjálpar okkur að taka ákvarðanir. Eigum við að fara þessa leið, eigum við að gera þetta. Samræmist það brandin okkar. Þannig að þetta hjálpar ekki bara að stimpla inn hjá fólki, heldur hjálpar þetta okkur líka inn á við. Síðan þurfum við að koma inn með brandeiginleika í kringum þennan kjarna sem að gefa okkur ríkari mynd. Alveg sem þegar ég nefndi Disney, að þó að kjarnin sé fun, family, entertainment, að þá veit ég leið ég segi Disney við ykkur, að þá fáið þið gríðarlega mikið í þessa huglægu mynd ykkur, í þessa tilfinningar. Og við ætlum að skoða það betur í næstu viku, hvernig við getum gert þessa mynd ennþá meira spennandi og fyllri og ríkari. Sjáumst þá.